Velkomin. Við skulum byrja á því að sitja þægilega, baki beint, axlir slakar, augun lokuð og gefum okkur bara smá næði hérna til að draga okkur aðeins inn á við. Svo tökum við eftir hvar hugurinn okkar er. Oft er hann í bútum út allan bæ. Sjá hvort að við náum ekki að draga hann bara hægt og rólega hingað á móttin okkar. Svo við draugum athyglina að andardrættinum og án þess að breyta neinu fylgjumst með. Og þegar andardrátturinn fær svona auka athygli, kannski dafnar hann betur, kannski róast hann, dýpkar. Og við tekum eftir hvort kviðurinn belgist ekki örlítið út á innöndun og dragist saman á útöndun. Fyllum lunguna af upp í topp, höldum aðeins. Og sleppum. Og við leyfum okkur að sleppa frá okkur öllu sem við þurfum ekki með okkur hér og nú. Öllum áformum, öllu sem við erum búin að vera að gera í dag. Við að gefa okkur þennan tíma bara með okkur hér og nú. Fyllum lunguna aftur alveg upp í topp. Höldum aðeins. Og sleppum. Og við öndum rólega víxlandin. Við notum þumal og baugfingur hægri handar. Við lokum hærinu og söndum út á vinstri. Svo öndum við inn á vinstri. Og út hægri. Við höldum svona áfram á okkar hefða. Alltaf fyrst út og svo inn einanlegs í inn. En án þess að breyta neinu. En þá finnum við öndunina rólega djúpa, kviðurinn belgist út á innöndun, dregst saman útöndun. Við tökum eftir hvað loftið er svolítið svalt þegar við drögum að okkur. Og hvað það er strax orðið hlýtt þegar við öndum frá. Höfum augun sem mest lokuð, allan jógatíman. Höldum athyglinni innra með okkur, finnum hvað líkaminn hefur að segja. En við endum á næstu útöndun út af vinstri næs. Og í dag ætlum við að halda hefðinni óma saman og þið megið alveg bara að hlusta. Svo öndum að. Byrjum á að mýkja aðeins háls og herðar, bakið er beint, axlir slakar, hakan sígur fram. Læsum fingurna saman aftan á hnakka. Leyfum olnbogunum að hanga létt, finnum mjúka teygju aftan á hálsinn. En svo losum við hendurnar og við reisum höfuðið rólega við, lengjum aðeins hálsinn. Með munninn örlítið opinn, höllum höfðinu aftur. Allan tíman hugsum hálsinn langan. Svo lokum við munninum, teygjum fram á hálsinn. Og
Opnum munninn aðeins, reisum höfuðið rólega við. Og við höllum höfðinu yfir hægri öxl, höfum báðar axlir alveg slakar. Við finnum mjúka teygju vinstra megin á hálsinum. Og hér erum við ekkert að reyna að koma eyra af öxl. Bara að gefa eftir. Kannski tökum við fingurna á vinstri hendi, stingum þeim í gólfið, lengjum teygjuna alveg niður í fingur. Kannski finnum við eins og opnum eftir orkurás niður handleggi. Og svo kemur handabakið aftur upp á lærið. Við reisum höfuðið rólega við og svo höllum við yfir vinstri öxl, báðar axlir alveg slakar. Finnum mjúka teygju hægra megin á hálsinum. Tökum eftir hvort að teygjan hægra megin er frábrugðin teygjunni áðan vinstra megin. Finnum hvar togar. Kannski tökum við fingurna á hægri hendi, lengjum teygjuna niður í fingur. Tökum eftir andardrættinu mér. Andinin ennþá djúp, róleg. Löng og mjó eins og Patanjali sagði fyrir 2000 árum. Aftur kemur handabakið upp á lærið, reisum höfuðið rólega við. Vindum hálsinn. Við horfum yfir hægri öxl, hakan örlítið niður. Svo við finnum þessa eðlilegu stöðu. Svo fyrir vel hálsinn. Og við tökum eftir hvernig hálsinn heldur höfðinu hér. Hvaða vöðva notar hálsinn til að halda höfðinu? Hvar finnum við teygju? Finnum við öndunina ennþá opna og rólega. Svo kemur höfuðið rólega yfir. Við horfum yfir vinstri öxl, við horfum alltaf bara í gegnum augnlokin. Nefna við náum að horfa við þriðja auganu, það er góð veginn. Snúum andlitinu beint fram og við setjum hendurnar út í hliðana, við kreppum nefna, teygjum fingurna sundur, gerum þetta nokkru sinnum. Mýkjum núna, vekjum þá, munum eftir þumli. Rúllum úr leiðina, rúllum nokkra hringi í aðra áttina. Nokkra hringi hérna. Svo leggjum við lófann ofan á axlir og olnbogarnir koma í stóra hringi. Og við vekjum axlarliðina, mýkjum þá. Gott að anda af þegar olnbogar lita upp. Og frá þegar koma niður. Skiptum átt. Hvílum handarbökin á lærinu. Og skoðum stöðinu og við finnum að bakið er beint, axlir slakar. Öndum að, opnum faðminn, lyftum bringunni. Öndum frá rúmnum, bakið enni leitar í átt að dýnu. Öndum að, opnum faðminn. Öndum frá rúmnum, bakið. Öndum að, opnum. Öndum frá rúmnum. Öndum að opnum. Öndum frá rúmnum. Nú einu sinni. Öndum að, opnum vel. Og öndum frá rúmnum. Rúllum hrygginn.
Og við sitjum með axlirnar beint fram. Á innöndun koma axlirnar upp í eyru. Á útöndun niður fyrir aftan bak. Höldum svona áfram á okkar hraða. Finnum hvernig við losum allt herðarsvæðið. Það er ekki oft sem við náum að ýta við vöðvunum sem að liggja bak við herðablöðin. Svo athugum hvort við náum þangað. Skiptum átt, svo innöndun koma axlirnar upp fyrir aftan bak, niður fyrir framan á útöndun. Og við sitjum axlirnar upp í eyrun og axlir. Klemmum vel saman, höllum höfðuna aðeins aftur ruggunni til. Gefum okkur smá mynd. Og sleppum. Svo komum á fjórafætur. Við erum að stilla okkur upp fyrir kött. Kött og kú. Við hefum tábergi dínu, nýja beint undir mjöðmum, lóg undir öxlum. Og við byrjum á að tæma lungun, við setjum krípuna mjúklega upp. Og við öndum að fettum og horfum fram. Öndum frá, setjum krípinu upp. Og höldum svona áfram. Fylgjum önduninni, leyfum rófubeinina alltaf að leiða hreyfinguna. Og svo fylgja allir hryggjarliðirnir eftir. Svo finnum við þessa bylgju sem líður eftir hryggnum. Endum á næstu útöndun. Setjum við góða kryppu. Og réttum úr bakinu og við ætlum að búa til nokkrar aftur með mjöðmunum. Við getum búið til stóra hringi ef það passar okkur betur en aftur, en setjum mjöðmurnar til vinstri á útöndun, förum hring aftur á hæla. Og svo koma mjöðmurnar til vinstri á innöndun, förum við hring fram á handleggi. Og svona höldum við áfram á okkar hraða. Svo við kjósum að gera frekar hringi. Og við erum bara stóra hringi. Við erum að mýkja, vekja mjaðmirnar. Tilgangurinn, útkoman, kannski mikilvægari en aðferðin hér. Við skiptum átt, komum með mjaðmirnar til hægri og aftur á útöndun. Og þess að til hægri og fram á innöndun. En á endanum setjumst við á hælan og við leggjum ennið í dínu, göngum fingurna áfram, finnum hvernig við opnum inn í síður, opnum inn í handakrika og bringu og getum hérna að gengið fingurna betur áfram, opna bringuna þá betur, setjum aðeins lyftast, svo finnum bara okkar hvolpateygju. Og á næstu innöndun finnum við okkur leiðin í svanin.
En í Urba Mukhasanasana, sanskrítarorðið fyrir hund svana. Svo hérna skemmtilegur misskilningur á ferðinni að kalla þessa stöðu svana. Það virkar svo vel. Við sjáum fyrir okkur stóra svanabringu, langan svanahals. Svo við hefum hundinn sem horfir upp bara fyrir svana. Kannski rétt hjá mér, finnum hvað passar okkur, ítum dýnunni alltaf niður. Lengi með hálsinn með því að íta dýnunni niður. Leyfum bringunni alltaf að opnast betur og betur og svo til við njánum dýnu. Átendun lyftum við í hundinn sem horfir niður eða hundinn. Svo finnum að við þrýstum fingraberginu þéttan í dýnuna, finnum mjúkt bil með fingrana, lengjum hrygginn vel og byrjum sofa svo fótleggina, göngum hælana upp og niður til skiptis, reykjum og mýkjum kálfa. Mjaðir. Og á endanum síga hælarnir báðir í áttina að dýnum. Við finnum stöðuleikann í stöðunni, finnum þetta stíti. En á endanum beygjum við hnén og við leggjum okkur saman inn í undanið. Leggjum ristar í dýnu, enni í dýnu, handleggina niður með síðum og gefum eftir. Svo hér ef að hnén ná að liggja saman, þannig er bakið að breiða betur úr sér. En við megum líka alveg gera smá bil á milli hnjánna, gefa okkur meira pláss, finnum hvað passar okkur. Allar stöðurnar eru í boði fyrir líkamann okkar. Svo við aðlega næra líkamann okkar. En finnum hvernig við náum hér að anda út í bakið. Finna hvað það er nóg pláss í þessu mjúka baki fyrir andinn. Rúlum hrygginn upp rófið. Sitjum á hælunum og búum okkur undir jógamúdra. Svo bakið er beint, axlir slakar. Og á næstu einöndun koma hendurnar beint fram. Á útöndun svífa hendurnar aftur fyrir bak og við læsum fingurnar saman. Þannig getum við tekið sokk eða handklæði eða eitthvað til að hjálpa okkur. En við spennum handleggina aftur, sveigjum aftur fullum lungum. Og á útöndun höllum við fram, svo ennið kemur niður í dýnu, handleggir upp og yfir höfuð og við þrýstum handleggjónum alltaf lengra og lengra. Finnum hvernig við vinnum með axlir og herðar. Við getum haldið stöðunni hér. Getum líka á aðleiða og rúla upp á hvirfil, sipinn lyftast. Handleggirnir fara lengra upp og yfir höfuð. Sjáum bara hvað passar okkur. En höldum handstöðinni, sígum tilbaka niður að hæla. Höldum handstöðinni, rúlum hrygginn niður. Sveigjum aftur, fyllum lungun. Og sleppum höndunum fram. Og finnum áhrifin frá jógamúdra. Svo við finnum þessa tilfinningu í hvirfli, tilfinninguna í öxlunum, niður handleggi. Svo við lyftum okkur upp á hné hér. Við ætlum að byrja á hliðina. Svo við stígum hægra fæti út til hliðar, en hugsum hérna alltaf vinstri liðinn að opna, þrýstum henni pínlítið fram, leggjum hægri lóa utan á hægra læri og teygjum vinstri hendina upp. Við drögum hökunni í átt á vinstra handarkrika og svo á innöndun rennur hægri lóin niður eftir leggnum. Svo finnum hvernig við náum að opna vinstri síðu. Ennþá að þrýsta vinstri mjöðan örlítið fram. Hugsum fingurna á vinstri hendi upp. Svo við erum að teygja upp, við erum að lengja. Öndum inn í vinstri síðuna.
En á næstu innöndun komum við rólega tilbaka og núna tyllum fingrunum á vinstri hendi þínu. Og við tökum hægri hendina upp og teygjum hana yfir. Opnum vel hægri síðu mjaðmir fram. Gætið þess að missi ekki þessa opnun. En á næstu innöndun komum við tilbaka. Og við skiptum þess að við setjum hægra hné dýnu, vinstri fót út til hliðar og við leggjum vinstri lófa utan á vinstra læri, opnum hægri húsmanni fram. Teygjum hægri hendur upp, haki eftir handakrika, á innöndun rennum vinstra lófa niður legginn. Og sem lengjum og opnum hægri síðu og við öndum inn í síðuna. Komum rólega tilbaka og við tyllum fingrunum á hægri hendi dýnu, teygjum vinstri hendina upp og yfir, mjaðmir fram, höldum þessari opnun, öndum. En á innöndun komum við rólega tilbaka. Við skilum vinstra fæti dýnu. Núna stígum við hægra fæti fram, leggjum lófa mjaðmir, búum okkur undir vind. Svo á næstu innöndun lengjum við rykið. Á útöndun vindum til hægri, höllum fram, krækjum vinstra handlegg yfir hægra hné, við leggjum lófana saman og hér drögum við haugun í átt að hægra handakrika og þrýstum lófana saman svo við náum í mátulega vindi. Öndum, hvers leitar öndunni núna? Á innöndun komum við rólega tilbaka. Við leggjum lófana fremst á hægra læri og við tyllum tánum á hægra fæti fram. Leyfum mjöðmunum alltaf að fylgja með, höldum við allan tíman í línu. Við sökkvum mjöðmunum, drögum kviðinn örlítið inn og höldum hryggnum lóðréttum eins og gengur, eins og er í boði. Svo finnum við hvað hægri fótur heldur okkur stöðugum. Hann heldur jörðinni kyrri. Hann allan tíman. Öndum. Leyfum þess að opnum framan vinstri mjöðmi. Ef við viljum halda áfram, leggjum við lófana saman fyrir framan bringu. Kannski lyftum við höndum. Herðarsvæðið allan tíman, alveg mjúkt. Á innöndun sveigum aftur. Á útöndun komum við tilbaka, tyllum fingrunum í dýnu og byrjum rólega réttur hægra hné. Við fáum vinstri mjöðm beint fyrir ofan vinstra hné, kreppum það hægri axla, þrýstum höndum fram. Lengjum aftan á fótlegnum. Svo hér vinnum við fótlegnum ekkert að reyna á bak. Ekkert að halla meira fram en passar okkur núna. Þetta er hugsum hægri mjöðm aftur, hægri hæl fram og lengjum fótlegnum. Og við leggjum að stá tilbaka, við stígum hægra hæl í dýnu, leggjum lófana ofan á lærið og reisum okkur upp og við skiptum fót. Stígum vinstra fæti fram, leggjum lófa mjaðmir, stillum af, finnum stöðuleika, svo öndum við að lengjum hrygginn og á útöndun vindum til vinstri, höllum fram, krækjum hægra handlegg yfir vinstra hné, lófar saman, ólíbúar frá hvor öðrum og hérna haki átt að vinstra handakrika og vindum eins og passar. Skoðum öndunina hvert hún leitar, finnum hvort það er eitthvað staða fyrir staða, eitthvað rými sem að öndunin kemst ekki inn í. Og á
innöndun komum við tilbaka. Við leggjum lófana fremst á vinstra lærið, tiplum tánum fram, leyfum jörmunum að síga með samferða. Allan tíma með hné fyrir ofan ökkla, hér leyfum okkur að sökkva. Svo við öndum, treystum svolítið og sökkum dýpra. Kannski koma að loga saman fyrir framan bringu. Við tökum alltaf þau skref sem passa okkur. Herðasvæðið alveg mjúkt, kannski lyftum við höndum og ef við viljum halda fram alla leið inn í Anjanasasan, sveif aftur á innöndun. Við komum svo tilbaka á útöndun, tyllum fingrunum í dýnu, réttum rólega úr vinstra fæti, fáum hægri með beint frá hægri hné, kreppum vinstri ökkla og þrýstum halli fram. Svo lengjum aftan á vinstra fótlegg. Svo leggjum við á stað tilbaka svo við stígum vinstra fæti í dýnu. Við leggjum lófana ofan á lærið, við reisum okkur upp og svo skilum við vinstra fæti. En komum á 4 og komum beint inn í dúfuna. Svo á næstu innöndun þrýstum hægra fæti beint aftur. En á útöndun draugum hnéð í átt að hægra álið, leggum leita til vinstri eins og passar í dag. Og vinstri fótur rennur rólega aftur með síga samferð í átt að dýnu. Kannski fara þær ekkert alla leið, það allt í góðu lagi. Svo bara sjáum hvað gerist hér. Og kannski leggjum við okkur svo fram á dýnuna inn í svoandi dúfu. Enn í dýnu eða ofan á púðakaup, handleggi, hvað sem er. Gefum eftir hér eins og mögulegt er. Svo við tökum eftir teygjunni niður eftir hægri læri og við tökum eftir öndunin okkar og tökum eftir hvernig við gefum vel og betur eftir á útöndun. Svo við nýtum okkur það og lengjum útöndun, gefum betur og betur eftir. Á útöndun erum við að sleppa taki, á innöndun erum við meira að gera. Svo gefum eftir á útöndun. Sökkum dýpra og dýpra. Við reisum okkur upp, leggjum lóa í dýnu og stillum stöðuna af, sökkum vinstri mjöðan, draugum kviðinn inn, en lyftum bringubein og kviðglill, færum athyglina alla inn í vinstri nára. Kannski finnum við opnunin í vinstri nára, ef ekki þá það bara í góðu lagi. Þannig ef við finnum þessu opnun, ef við náum athyglinni inn í náran. Athugum hvort að öndunin vill fylgja. Svo við náum að anda með vinstri nára og finnum hvernig vinstri nára belgist út á innöndun. Og við finnum að draga saman á útöndun. Fullkomnir töfrar. Við ráðum alveg hvert við öndum og hvernig. Og svo leggjum við okkur aftur fram á dýnu. Og við draugum vinstri fót fram, setjumst á hæluna, jöfnum jöfnar, rugum okkur aðeins. Komum á 4 fætur. Og á næstu innöndun þrýstum við vinstra fæti beint aftur. Og á útöndun draugum við hnéð í átt að vinstra og leggum, leitar til hægri fótur rennur aftur. Og við stillum af, finnum mjöðmyrnar sökka samferða og þegar við erum tilbúin leggjumst fram á dýnu og komum okkur vel fyrir. Gefum eftir eins og mögulegt er. Finnum öndunina, finnum hana. Langa og mjóa og alveg sérstaklega útöndun. Leyfum hana lengjast og lengjast. Svo við sökkum dýpra og dýpra.
þínu og stillum afsökum hægri liðum. Við draugum hvein inn. Við lyftum bringubein hvirfli og öndum. Öndum djúpt. Náum við niður í hægri nára. Við leggjumst aftur fram á dýnuna. Við draugum hægri fót fram. Setjumst á hælana og jöfnum mjaðmirnar, rykkum aðeins. Við rúlum hrygginn og við náum fótunum fram fyrir okkur. Við byrjum að setjast aðeins inn í stafinn. Svo höfum fótleggina beina og virka. Vitum að við getum alltaf hækkað setjastöðun okkar. Getum alltaf setið ofan á einhverju. Ef það hjálpar að halda bakinu beinu. Við höfum fótleggina beinar, hrygginn langan beinan. Við höfum bringuna opna, herðasvæðið mjúkt en handleggina bara slaka svona í síðurnar. Skoðum öndunina og finnum hvað það auðvelt að anda djúpt þegar hryggurinn beinn og langur. Þá hefur öndunin pláss til að ná allavega niður í kvið. Ef við náum að anda alltaf niður í kvið, þá gefum við líffærunum okkar meltingafærunum alltaf nudd og hjálpar meltinguna. Við ætlum að byrja á enni yfir hné, Janusasana. Svo við tökum vinstri yfir, við leggjum hana innan á hægra læri, jafnvel stingum við nokkrum tám undir lærið. Við kreppum hægri ökkla og virkjum þannig vöðvana framan á lærinu. Þá gefum við hinni hérna undir, betur eftir. Svo við öndum að lengjum hrygginn. En á útöndun beygjum við aðeins, leggjum okkur saman, grípum undir táberg, enni og olnbogar síga og svo rennur hællinn rólega fram. Svo finnum hvernig við lengjum aftan á fótleggnum, eins og passar okkur, alltaf eins og passar okkur. Leitaðu mátulegri teygi, svona við náum að halda önduninni, rólegri, langri og mjórri. Að innöndum reisum okkur svo rólega upp. Við skiptum fót réttum úr vinstra. Við leggjum hægri ylinn á vinstra læri, kannski stingum við nokkrum tám undir læri. Kreppum vinstri ökkla og við öndum að og lengjum hrygginn. Á útöndum beygjum sem við leggjum okkur saman. Við grípum undir táberg og svo rennur hællinn rólega fram. Við reynum alltaf að olnbogar þyngjast, ennið að þyngjast og sökkva. Og við öndum út í bakið, þannig höldum við bakinu betur mjúku. En á innöndun reisum okkur rólega við. Réttum úr hægra fæti, búum okkur undir sitjandi vindu. Svo við tökum vinstri yl og við stígum yfir hægra hné, við grípum vinstra hné og við sitjum vel. Við öndum að lengjum hrygginn. Og á útöndun vindum til vinstri. Við tyllum fingrunum létt í dýnu, svo gæti þess að leggjast ekki eftir að lóga. Við höfum hryggsúluna lóðrétta, haka í átt að vinstra handakrika. Kannski fyrir hægri handleggur alveg yfir hné, kannski leggst lóðin utan á mjög. Svo bara sjá hvað passar núna. Hægri fótleggur virkur, tæru og hverju innöndun lengjum hrygginn og hverju útöndun dýpkar undan á liti. Svo tökum við eftir. Hvernig við höldum áfram. Einn andardrátt í einu. Innöndun lengir og býr til rými. Útöndun mýkir, leyfir dýpri vindi.
baka. Við skiptum fót. Við réttum úr vinstra fæti og við stígum hægri yfir vinstra hné, grípum hægra hné, við sitjum vel, öndum að lengjum hrygginn, öndum frá og vindum til hægri. Svo við getum fingrunum að hægri hendi létti dýnu fyrir aftan okkur, haka í átt að hægra handakrika. Ef augun væri opin myndu þau horfa á fingur á hægri hendi. Við horfum bara með þriðja auganu. Við erum innöndun lengja. Útöndun mynda. Einn andardráttur í einu. Eins og alltaf, við gegnum allt lífið. Á næstu innöndun komum við rólega tilbaka. Við réttum úr hægra fæti, tyllum fingrum í dýnu fyrir staf, svo finnum hérna stíg 10, sitjandi í kyrrstöðu, hryggurinn langur. Andardrátturinn djúpur, kviðurinn belgist út á innöndun, dregst saman útöndun. Þá ætlum að finna okkur leiðin í sofandi fiðrildi. Svo leggjum við saman, drögum hælana svolítið að okkur og rúlum hrygginn niður. Við leggjum handleggina þægilega út frá líkamanum og sleppum takið hér. Við finnum hrygginn langan alveg frá rófubein upp í hvirfil. Finnum að lóarnir snúa upp, herðablöðin liggja vel í dýnu. Hnér svífa fyrir ofan gólf. Við fylgjumst með önduninni, hvernig kviðurinn lyftist og sígur. Akkurat núna ekkert annað sem skiptir máli. Leggjum við hnéan saman. Við drögum þau að fingunni. Tökum vel um þau og ruggum til hérna. Að gefa bakinu smámynd, athuga hvað bakið hefur að segja í dag. Og kannski þetta alveg mátulega uppmynd. Kannski þetta akkurat það sem bakið þarf núna og þá höldum við áfram að rugga svona til hliðanna. En kannski viljum við rúla okkur fram og aftur og þá grípum við undir lærin. Drögum hennar hnjám, olnboga að okkur, búin til boltur okkur á innöndun. Rúlum fram. Á útöndun. Rúlum aftur. Og við getum farið hérna. Eina ferð eftir hægri hliðina á hryggsúlunni og svo eina ferð eftir vinstri. Fyndið þessa vöðva þétt upp í hryggsúlu. Vöðvana sem að halda bakinu beinu allan daginn. Hvað segir þeir núna? Þegar við erum tilbúin, rúlum við okkur upp í axlastöðu. Kannski geymum við bak í dýnu, lyftum fótum uppi og höldum þeim uppi. Kannski lyftum við neðan á aðeins. Og kannski lyftum við nátt. Svo finnum bara út hvað passar okkur akkurat núna. Og ef við lyftum okkur upp í axlastöðuna, göngum herðablöðin undir okkur. Göngum á olnboga, að hver öðrum. Finnum að lóarnir liggja jafnt hátt á bakinu. Það er rím undir hálsi, bringa opin. Tökum eftir hvernig líkamanninn líður í þessari stöðu. Svo erum að finna hérna hvernig fótleggirnir ná að hanga bara uppi alveg, slakir finnum hvernig þeir hvílast. Finnum hvort að kviðurinn er tilbúinn til að gefa eftir og hvílast. Og tökum eftir hvernig líkaminn allur hvílir í lófunum okkar. Hvernig við getum borið okkur sjálf. Haldið okkur uppi.
fæturnar svona frjálsaða við. Mikið tærnar kreppum fættum. Mikið ökklana svo rúlum fótunum nokkra hringi í aðra áttina. Nokkra í hina. Búum okkur undir hálfan plóg svo við geymum vinstri fót uppi. Hægri sígur róli yfir höfuð. Það er eins og passar okkur. Kannski stefnum við tánum alveg niður á gólfi. Kannski ekki. Við skiptum að hægri fótur kemur upp og vinstri sígur yfir höfuð. Og við finnum mátulega teygju aftan á vinstra bóli. Og svo með vinstri fótur rúlum við upp aftur. Og kannski stefnum við inn í plóginn, leyfum fótunum báðum að síga yfir höfuð. Við styðjum við bakið alveg þangað til við finnum öruggt land undir fótum. Ef það gerist í dag, þá kannski spennum við handleggina niður í dýnu. Og í fulla stöðu. Og á endanum beygjum við nýjan rúlum aftur niður í dýnu. Drögum hnén að bringunni og ruggum til hliðana. Mikilvæg. Við stígum illjónum í dýnu. Og við ætlum að búa til góðan grunn fyrir brú. Svo finnum að fæturnir eru að hæla frá okkur. Við náum ekki í hæla. Við maður ná að spinna bara vel niður í dýnu. Fætur í mjánabreið, kné í mjánabreið. Við lyftum mjánum, læsum fingurna saman undir bakinu, göngum herðablöðin undir okkur. Finnum kraftinn í lærunum þegar við stígum alltaf fastar og fastar niður í dýnu. Það er gott að hugsa hér að við lyftum lærleggjónum upp í heilu lagi. Kviðurinn örlítið vakandi eins og við ætlum að draga úr fættunni og mjóbakinu. Á sama tíma og mjanirnar lyftast og við stígum fastar niður, virkjum lærin, finnum hennan kraft. Við losum svo hendurnar og skilum bakinu rólega og mjúklega niður í dýnu. Við lengjum hrygginn, liggjum þægilega, höldum í ljómi dýnunni, setjum hendurnar út í hliðana með lófana niður og leyfum hnjánum svo að velta til hægri og vinstri. Við fylgjum önduninni, svo hnén síga á útöndun, lyftast á innöndun. Svo hér erum við að losum mjóbak, losum mjanir. Gefa svolítið nudd aftan á mján og svæðið og athuga. Hvað er að frétta þessu svæði akkurat núna? Þessi vöðvar sem við veltum yfir núna geyma svo oft spennu. Oft eru þetta fyrstu vöðvarnir sem við spennum upp við álag. Athugum hvort að við finnum eitthvað þegar við veltum svona yfir og hvort við geymum óþarfa farangur á þessu svæði. Næstuðum, eins og við stingum spennunni í rassvasann. Gleymum henni og geymum henni alltaf lengi. Svo losa. Við getum haldið áfram að velta svona. Gefa það betra nudd en ef við viljum. Lyftum viljónum frá dýnu. Sama tíma náum við mjóbakinu alveg niður í dýnu, höldum beinin í hnjánum og núna ætlum við að styrkja kviðinn. Svo við höldum áfram að leyfa hnjánum að velta, höfuðið velta í öfuga átt við hnén. Alltaf síga hné á útöndun, lyftast á innöndun. Finnum síðurnar. Finnum þess að vöðva sem stýrir sér hreyfingu.
vöðvana sem liggja frá hryggsúlu fram kviðinn. Tökum eftir hvort að hliðarnar okkar virka eins. Allt í lagi, það munum við bara tökum eftir á þessu dæma skoðum svo við kynnumst líkamann okkar betur. Við stöðum hreyfinguna og við réttum úr fótunum beint upp, grípum einhver staðar í leggina. Svo ætlum að halda til bakinu í dýnunni, þannig að ef að axlir lyftast ef við náum taki, hleyfum þeim að sökkva aftur ofan í dýnu, sama hvar við grípum. Við höfum olnbogana í axlabreidd, bakið allt flatt í dýnu. Við getum hugsað að við stingum lærleikjunum dýpunum í með mér til að hjálpa bakinu að halda sér allir dýnu svo draugu í fótlegginn og rúlega nær. Og við leyfum fótleggjunum að síga í sitt hver áttina, hægt og rólega. Eins og við vilja fara akkurat núna. Og við leggjum fótleggina rólega saman. Leggjum handleggina niður síðan. Kviður leitar í átt að hrygg, vakandi. Hálsinn í átt, hakan í átt að bringu, hálsinn langur aftan og við leyfum fótunum að síga rólega. Svo munum hér að öndunin er opin allan tíman. Ef öndunin vil stöðum hreyfinguna þá líka. Við getum hvenær sem stigið niður. Bara fylgjast með hvað er kviðurinn okkar tilbúin í dag. Og á endan gefum við alveg eftir. Leyfum okkur bara sökkva í dýnu og hlusta á líkamann. Ef við tökum eftir að það myndast spenna í mjóbakinu núna, það verður vísbending til okkar að halda áfram að styrkja kviðinn. Bakið og bakvöðvarnir hlaupa aldrei undan bakka, þannig að ef að kviðurinn er ekki tilbúinn til að vera með þá lendir allt á bakvöðunum. Það besta sem við getum gert er að styrkja kviðinn. Svo leggjum fótleggina saman. Lyftum handanum upp, lyftum með höfðinu, stigum viljum í dýnu, fáum mjóbakið alveg vel ofan í dýnu og setjumst rólega. Við getum valið aðra leið til að setjast upp, förum það alla leið út á hlið og ýtum okkur upp. Það má ekki fara eitthvað þarna mitt á milli. Það getur bara að mynda hlikk og vitleysu fyrir hrygginn. En við endum sitjandi, réttum á fótleggjunum, teygjum hendurnar upp, við frettum og fyllum þau. Og út undir beinhnían, leggjum okkur saman, grípum undir táberg, enn og olnbogar síga og svo renna halinn fram. Við ætlum að finna okkar sitjandi frambein. Rétt úr fótleggjunum eins og passar. Leyfa enni og olnbogum að síga eins og passar. Og svo bara tökum við eftir. Öndum út í baki og höldum bakinu út í höndum. Og losum takið á tán. Rúlum rólega niður í dýnu. Gefum eftir. Og við búum okkur undir liggjandi vindi. Við leggjum fótleggina saman,
Stígum vinstri lófan á hægra hné, leggjum hægri lófa létt utan á vinstra læri og svo vinstri handlegg upp fyrir höfuð. Veltum höfðinu til vinstri og á leiðinni yfir lyftum mjöðum aðeins svo við náum að draga hægri mjöðum undir vinstri mjöðum og svo leyfum við hryggnum að ráða. Leyfum líkamannum að ráða. Hægri lófa alltaf bara rétt að hvíla hún á læri. Og þegar vinstra hné nálgast gólf, kannski lyftist vinstri öxl frá dýnu og kannski náum við opnum inn í handakrika eftir brjóstvöðva upp innanverðan handlegg. Svo öndum inn í síðan, finnum hvernig andurinn hjálpar. Finnum hvernig innöndun býr til meira pláss inn í vinstri síðu og finnum hvernig útöndun kemur með meiri mýkt. Pláss á innöndun, mýkt á útöndun. En á innöndun komum rólega tilbaka. Við skiptum fót. Svo við stígum hægri lófan á vinstri hné. Við leggjum vinstri lófa utan á hægra læri létt. Hægri handlegg upp. Við veltum höfðinu til hægri. Lyftum mjöðum og vindum rólega til vinstri. Við munum að hlusta alltaf á líkamann. Aldrei fara lengra en hann tilbúinn í. Sleppa takið, bjóð upp á opnun og mýkt. Við bara rými fyrir lífsorkuna sem hann að streyma allan líkamann. Fyrir hvað hægri síða segir, þegar hún á einhvern nátt frábrugðum verið vinstri. Hvað liggja fyrirstöðurnar inn í hægri síðu? Getum við sendt meiri öndun þangað sem við finnum skyggni eða myrkur. Finnum ljósrými á innöndun. Mýkt á útöndun. Á innöndun. Komum rólega tilbaka. Við drögum hérna bringunni. Jöfnum bakið og hlustum á líkamann sem að búa líkamann undir slökun. Svo ef hann vantar eitthvað, ef hann kallar á einhverju teygi, þá látum við eftir honum. Á endanum, þegar við erum tilbúin, leggjum við líkamann niður í slökunarstöðuna í Shavasana. Svo hér getur verið gott að fara í sokka eða sækja teppi. Ég vil setja púða undir hné. Við liggjum. Gefum líkamanni svolítið gott pláss, breiðum svolítið úr höndum og fótum. Allar aftur. Og leggjum líkamanni niður í stöðu þar sem hann er tilbúinn til að dvelja bara hreyfingarlaus í smástund. Svona eins og ef við brjótum fötum með okkur saman, leggjum þau inn í hillu. Aðeins að renna yfir líkamann, svo við finnum að ökklarnir eru lausir, að fæturnir velti sitt hvora áttina. Finnum kálfana mjúka, hnén mjúk, lærin mjúk, mjaðmirnar mjúkar og þungar. Finnum að hryggurinn liggur beinn alveg upp í hvirfil. Kviðurinn er mjúkur, hann lyftist á innöndun, sígur saman á útöndun. Fingurnir mjúkir. Lófarnir snúið upp. Við finnum mýkt í úlnliðum, í olnbogum, öxlum. Finnum mýkt yfir herðasvæðinu. Yfir bringunni.
Og við finnum hvernig hálsinn sleppir höfðinu, treystir dímunni. Svo við finnum hvernig hann lengist á lítið aftan þegar hakan sígur í átt að bringu. Við fáum þessa tilfinningu í hálsinn sem við leitum af með kodda. Við þurfum engan kodda. Og við finnum hvernig mýktin rennur upp eftir nakkanum, fram hvirfil, niður andlit. Finnum ennið slétt, allt augnsvæðið mjúkt og slétt, kinnarnar mjúkar, kjálkana slaka. Finnum öndunina langa og mjóa. Svo maður leyfa líkamanum að liggja svona nokkra andardrætti. Við veitum af umhverfishljóðum, kannski tökum við bara alveg sérstaklega eftir umhverfishljóðunum núna. Athugum hvað við náum að heyra langt frá okkur. Heyrum við í umferð einhvers staðar í fjarska. Drögum heyrnina svo aftur hingað og inn á við. Drögum athyglina í öndunina. Við vitum af hugsunum okkar, við vitum að þær eru alltaf á ferð. Það er allt í lagi, við leyfum þeim bara að svífa eins og litlir skímaður að svífa endalaust. En athyglin þarf ekkert endilega að vera við þær. Við getum sleppt þeim lausum og leyftum bara að svífa eitthvað út í busku. Athygli við andun. Finnum hvernig loftið strýkur nasanar, hvernig kviðurinn lyftist og sígur. Finnum líkamann liggja, endurnýjast. Rólega byrja svo að dýpka öndunina. Hreyfum tær. Hreyfum fingur. Svo kannski hreyfum við alla óliði. Dýpkum öndunina meira og komum tilbaka. Teygjum okkur. Drögum nýjan að bringunni og ruggum okkur aðeins til hérna. Kannski veltum við okkur alveg upp á hægri síðu og dveljum hér. Við veljum hægri síðu til að lyfta hjartanu aðeins áður en við lyftum í enda hærra. Þegar við erum tilbúin, setjumst við upp. Og meðan við setjumst upp, reynum að halda þessari kyrrð og slökuninni með okkur. Svo við setjumst upp með sem allra minnstri fyrirhöfn. Sitjum með bakið beint, axlir slakar, augun ennþá lokuð. Tökum eftir. Tökum eftir kyrrðinni í líkamanum. Kyrrðinni og sáttinni. Tökum eftir kyrrðinni í önduninni og hvað hún er löng og mjúk. Tökum eftir kyrrðinni í huganum. Hvernig hann er allir orðinn svona opinn og dreifður. Svo heiminin.
Svo tökum eftir hvað við eigum mikla kyrrð innra með okkur. Og bara vitum af henni. Hún alltaf aðna. Svo ef eitthvað bjátar á, sitjumst, lokum augunum, finnum kyrrðin okkar, finnum hvar hún Einhver staðar þarna, inn í hjartanu. Haldum þessari kyrrð með okkur í allan dag. Og við endum tíman með ómi og endum á. Om Shanti. Ljós og friður fylgja okkur. Jai Bhagwan.